Þannig 3 tap í úrslitum Reykjavíkurmótsins. Bara svona hvernig sá leikurinn við þér? Ég er bara mjög ánægður með leik okkar hálfleik. Mjög erfitt auðvitað í fyrri hálfleik á móti vindi og hríð. Við vorum hugrakir og reyndum að spila okkur í gegnum storminn og í gegnum Íslandsmeistarana. Þannig að ég var mjög ánægður með hugrakið þó að það hefði legið aðeins á okkur svona seinni part fyrri hálfleiks. Við fengum hann nokkur breyk líka til að stela fórstunu og þeir fá ekki það mörg færi þannig að mér leið bara okkur í hálfleik. Jafnaðu þetta í 1-1 undir lokleiks, bara svona hvers vegna náðu ekki að stela þessu? Vindur var bara svolítið með, stemningi var svolítið með okkur. Við vorum búin að vera, fannst mér, bara fínir í seinni hálfleik og lítið að frétta fannst mér hjá þeim. Þannig að það var alls ekkert ósanngjarnt, við skildum jafna. Og þá vill maður auðvitað ná í sigurmarkið. En ég meina, dómaratriðið byrjuði slóð út úr höndunum á okkur með því að náttúrulega reka mann út af hjá okkur og gefa þeim dauðafæri. Ósáttur við dómarann? Já, þetta finnst mér bara, ef þetta eru lög, þá þarf að óska eftir lagabreytingu. Ég hef aldrei séð þetta nokkuð tíma áður, að leikmaður sem er mögulega að fara að fá sitt seinna gula spjald, að leikur sé stoppaður bara við vítateigslínu hjá mér til þess að reka hann út af meðan boltinn er í leik. Ég hef aldrei heyrt þessa reglu, dómarinn hefur tjáð mér að þetta sé einhvers konar regla. En ef maður hugsa þetta aðeins þá meikar þetta náttúrulega ekki sens. Hvað á allir þessi maður að gera þegar hann er búinn að fá gulspjald? Eitt gulspjald, brýtur svo af sér og hann veit ekkert að hann er að fá annað gulspjald, hann er ekkert vissu það. Hvernig á hann þá hætta, á hann þá labba út á vellinum og hvernig á þetta gerast? Svo bara dæmdi aukaspyrna á okkur á vítateigslínu og hann reikinn út af fyrir það að hann hefur áhrif á leikinn og er að því að hann er mögulega að fara að fá annað gulspjald. Þetta er náttúrulega bara þvæla og í raun og veru erum við bara svekkt dómarann að sleppa þess ekki því það er náttúrulega ekki nokkuð lifandi maður sagt neitt við því. Ég hef bara aldrei séð svona fyrir utan svo það að hann átti ekki sem var að koma með spjald, hann gaf vitlausum manni spjald í fyrraskipti. Þannig að þetta var bara ekki vel hefnað fannst mér hjá tríónu. Gerði þetta kannski enn verra að Víkingur skora síðan úr aukaspyrnu? Já, svo skoraði náttúrulega úr aukaspyrnu og við erum færri og uppbóta tími framöndan. Þannig að þetta svekkjandi því að þarna var bikar í augsýn og alltaf gaman að vinna bikar. Þetta er ég bara sár og svekktur að tapa. Hvernig bara hljóði Þrótturunum, hvernig bara finnst þér undirbúningstímabilið hafa gengið? Bara nokkuð fínt, það eru bara hæðir og lægðir. Eins og undirbúningstímabilið eru þá er fínt að lenda í einhverju til þess að hafa eitthvað til að takast á við. Þetta er bara gengið fínt, það er búið að vera beautiful vetur, veðurfarslega, þannig að þetta verður gott að vera þjálfari í þennan veturinn. Og bara liðið flott og strákarnir hrikalega duglegir, þannig að ég er ánægður með það. Þetta vakti athygli stóri skellurinn á móti FH, bara hvað gerist þar? Já, það var þetta bara mjög sárt og niðurlægjandi en á samanskapi rosalega hollt. Okkur hafði gengið og hefur gengið bara mjög vel á undirbúningstímabilinu meira en unnið flesta leiki. Og við vorum bara greinilega orðnir of góðir með okkur sjálfa og áttum þarna mjög lélegan leik og kóðnuðum og létum bara valta yfir okkur. Sem var eftir að hyggja svona þegar tíminn hefur liðið aðeins frá þessu þá var þetta gott en meðan það stóð yfir og svona nokkru dag eftir þá var þetta mjög óþægilegt. Hvernig er bara staðan á leikmannahópnum? Býstu við frekari styrkingum? Já, við erum alltaf með augun opið, við erum alveg með eins og sá bara í dag, ég meina með góða mannskap en við erum ekkert sérstaklega svona, hópurinn er ekkert risastór en maður er bara með augun opin ef það er eitthvað sem okkur býðst. Það var þetta greitt frá því að Sverrir Páll var að æfa með ykkur í vetur. Ertu að horfa í annan framherja? Já, Liam, við vorum að missa Liam og Viktor Andri fór frá okkur líka, þannig að það var tveir af okkar svona sóknarmönnum fóru. Adam Árni kom í staðinn. Þannig að, ef það er einhver staður á vellinu sem við getum alveg verið þykkari þá er það já, frammi. Takk hérlega.